ég byrjaði á að svona, þú veist, skoða allt mögulegt í kringum Ásmund og hérna auðvitað hann sem sagt hefur verið alla tíð mjög geometrískur listamaður, myndhöggvari og unni mjög mikið í svona frumformum og allt í einu var ég bara búin að gera húsið og búin að búa til svona módel og svo var ég hérna búin að bara taka þetta allt í litla parta. Hérna er búið að brjóta niður svona húsið og setja það aftur upp. Þannig að hérna er í rauninni fyrsta hæðin, hérna niðri, svo koma píramídarnir, 2 og síðan kemur andbyrið og svo erum við komin upp í skálina. Þetta verk vísar til þess að þetta eru hurðir sem standa hérna upp á gátt. Og þetta eru hurðirnar í húsinu hans Ásmundar sem hann lét byggja fyrst, sem er ferningurinn, en í rauninni er þetta séð ofanfrá, svefnherbyggi, stofa, held ég, eldhús og hérna, ég man ekki hvaða dagstofa eða eitthvað. Þannig að þetta er svona bara leikur með form auðvitað og hlutföll, en líka eins og symmetría er eitthvað sem ég að vísu nota mjög mikið, en stundum þarf kannski að fara aðeins út úr henni til þess að fá kannski setja punktinn yfir í. Og formið á bilinu eða negatíva rýminu skiptir miklu máli. Það eru form í þessum opum, þannig að þú veist, þau eru partur af skúlptúrnum. Þau eru ekki bara eitthvað svona óvart, eitthvað pínu op, eitthvað staðar, heldur eru þau jafn mikilvæg og skúlptúrinn sjálfur. Ég var alltaf lengi búin að vera spekulera, bara kannski alla tíð og einhvern hátt í þessari byggingu auðvitað og í þessari hálfkúlu og svo var mjög gaman að vinna kúluna af því að hérna, hún var lengi vel á hvolfi og ég var undir henni að vinna, að slétta og búa til gluggana og þá fann ég að það var sami hljómur einhvern veginn inn í henni eins og í kúlunni hans uppi, bara auðvitað minni og þannig að einhvern veginn tókst henni að verða þessi hálfkúla sem að hérna, ég var eiginlega að óska mér.